Næst ætlaði ég að bjóða á svið Svanheiði Lóu Rafnsdóttur. Hún reyndar titluð hér sem sérfræðilæknir en það gleður mig að tilkynna að tilkynnt var ráðningu hennar sem yfirlæknis á brjóstamiðstöð nýlega. Ekki að gefa henni gott klapp og óska henni til hamingju með það, sannarlega verðskuldað. Og brjóstamiðstöðin einmitt það sem við ætlum að ræða í dag. Risastórt verkefni sem kom svolítið í fangið okkur, getur aðeins útskýrt hvað það snerist? Já, brjóstamiðstöð Landspítala, eins og segir, þetta risastórt verkefni og það eru margir aðilar sem komið að þessu verkefni. Hérna safnast saman margþætt þjónusta spítalans og starfsemi undir eitt þak. Og svona af hverju brjóstamiðstöð, getur maður spurt sig, að það verður að segjast að heilbrigðisþjónusta fyrir konur með einkenni frá brjóstum og sjúkdóm í brjóstum hefur verið aðeins ábótavant. Það er vegna þess að kerfið í heild sinni bara mjög flókið og leiðin gegnum í greiningu og að sérfræðingsþjónustu bara mjög flókið og margt við flækjustig og hugmyndafræði og brjóstamiðstöð passa svolítið vel inn í þessa flækjur, þess að greiða út flækjum í þjónustunni. Þannig að eins og staðan hefur verið, þá þjónusta snýst svolítið mikið svona stofnanir og sérgreinar. Og við þurfum að stoppa og hugsa og hanna frekar okkar þjónustu að þörfum notendans. Og það er okkar markmið innan brjóstamiðstöðar. Geturðu aðeins útskýrt hvernig þið gerðu það? Þið einhvern veginn flippuðu skipulaginu þannig að í staðinn fyrir að sjúklingurinn væri að flakka á milli sérfræðinga, þá eiginlega snéruðu skipulaginu við þannig að skipulagið hentaði sjúklingum. Lýstu því hvernig þið gerðu það? Hugmyndin er svo að það vinnum við allir mun betur saman undir sama þaki. Þannig að þetta byrjaði þannig að okkur vantaði húsnæði og þegar húsnæði lá fyrir og þá flytur göngudeildarþjónusta hlutaðeigandi sérgreina inn í sameiginlegt húsnæði ásamt brjóstamyndgreiningu og skimun. Og svo þessi starfsemi nú sameinuð og við erum í svona aðlögunarferli. Þess að við erum í algjörri naflaskoðun, við erum að skoða okkar ferla og hvernig við getum bætt þjónustuna og samþættina og mynda þessa samfellu. Og bara svona sem dæmi, svo að þessi kristalla svolítið ástandi í okkar heilbrigðisþjónustu er það að kona er með einkenni í brjóstu og þá hvert á hún að leita og það er bara ekkert svo einfalt. Og loks fer hún í sína rannsóknir og það sést sjúkdómur og hún er send heim og er endurkölluð og fram og tilbaka og það er enginn svona sem heldur utan hennar feril. Og þetta gerir það að verkum að við höfum ákveðinn biðtíma í kerfinu sem er bara ekki af hinu góða og við viljum gjarnan stytta þennan biðtíma. Það er okkar stærsti hópur eru krabbameinssjúklingar með brjóstakrabbamein og það eiga bara að liggja fyrir einfaldir ferlar, þetta á að þarf að vera skilvirkir ferlar og þjónustan samfelld og það næri ekki bara yfir greiningu hlutan, þetta er líka þegar viðkomandi fær sína greiningu og kemur til okkar og þá er ekki nóg með það að þú hittir þinn sérfræðing og svo hittir þú næsta sérfræðing og þjónustan er dreifð allan spítalann og verandi á aktífri meðferð þá er bara erfitt að halda fókus og halda í sína dagskrá. Þannig að það er mjög mikilvægt þarna að við grípum inn í og höldum utanum þetta og römmum. Brjóstamiðstöðin er miðstöðinni, miðpunktur yfir feril sjúklingsins, þvert á sérgreinar og þó svo að viðkomandi fái sína þjónustu frá mismunandi deildum spítalans. Og er það þá þannig núna að þú færð þessa þjónustu á einum stað? Já, í dag þá er samankomin göngudeildarþjónusta, skurðlækna, krabbameinslækna, geislalækna, hjúkrunarfræðinga á einum stað og ásamt brjóstamyndgreiningin, klíniska brjóstaskoðunin og brjóstaskimun. Þetta allt saman undir einu þaki, þannig getið ímyndið hvað þetta eru miklu auðveldra, allt þetta praktíska. Og þetta er klárlega eitthvað sem mætti skoða í víðara samhengi að hanna svona ferlana í kringum
sjúklingin? Þetta mikill ávinningur fyrir sjúklingin væntanlega. Ég getur ímyndað þér, sko, þetta einn staður, þú færð allar þína þjónustu á einu stað, það aðgengið gott, á að vera gott og það ekki nóg með það að vera með sjúkdóm, að þú kemur á einn stað og það bara haldið utan um þig og það sem gott í þessu að það þetta, sko, og það sem skiptir máli í þessu það að það þessi biðtími sem við viljum eyða og hafa þetta skýrt og hafa gott utanumhald. Æðislegt. Þakka kærlega fyrir Svanheiður og við þökkum fyrir okkur, gef fundarstjóra aftur orðið.